Í dag ætla ég að nýta flugu handa félagi minn og hann er Inga. Ingi er einn minn helstu veiðifélagi og hann verður að fá flugu hérna líka, sjálfsögðu. Það verður fleiri en 1 og 2. En Ingi benti mér á þessa flugu og hann að ég mætti endilega nýta hana og þetta er fluga sem ber nafni Bjarni Rauði og Bjarni Svarti. Við ætlum að nýta Bjarni Svarta í dag sem þýðir að hann verður þá með svörtu vínilrip hérna í endan. Svona. Þið tóku kannski eftir því að vínilripið sem ég klippti til og noti þetta, að ég klippi endan á því sem sé ekki þveran heldur svona á ská, endilangt. Þannig að þú getur hest niður hornið á honum og þá verður miklu minni bunga á aftan á flugunni. Þetta er eitt triksi sem ég er búin að fatta, búin að prófa ýmsar aðferðir með vínilripið. Þetta er eina af þeim sem er alveg algjör bara bylting, þannig að mann sé ekki með of feitan rass á flugunni. Hvort svo það skipti einhverju máli, gagnvart fiskinum, ég er ekki svo viss um það. En þessi fluga er mjög einföld. Það er svart vínilrip hérna, framan á, alveg hingað framan á sem sé nánast fram að kúlu. Það má nýta þessa flugu kúlulausa, það er ekkert sem bannar það. Nokkra svona niður og svo tökum við aðeins fastar á þessu hérna til þess að læsa þetta alveg örglega niður. Svo má toga aðeins í vínilripið þegar ég klippi á það hérna svona. Og næsta sem við setjum niður á þessa flugu, það er í rauninni bakið á flugunni og það er bara hvít fjöður. Það getur verið öndi eða gæs eða það getur verið hvít áraruggat sem dæmi. Ég held að það sé ekki svo nógið hvaða efni við notum svo fremur sem að er hvít og þá bindi ég það bara hérna niður. En svo kemur á þessa flugu svona þórax eða vangkylki og þóraxin er á þessari flugu er hann bara einfallega úr páfuglsfönum sem eru hérna. Ég ætla að láta 3 fanir í þetta bara duga af því að þóraxin er ekkert svo stór og þið vitið það ef við horfið á myndbönd erlendis að hérna þórax er sem sé vangkylkið alltaf. Þórax er ég að það er frambúkurinn ef það er vangkylki á flugunni. Þá nýtum við það niður cirka svona. Og eitt sem mér langar að vita hérna og ég spyr ykkur öll sem horfa á þetta bara af því að Ingi félagið mér var ekki alveg kláraði hver er höfundur á þessari flugu. Því spyr ég hver er höfundur af henni og ef þið vitið það endilega skellið í komment og ég uppfæri þá lýsingun á flugunni niðri og endurbæti þá höfundin. Þessi bæti réttum höfundi við því að Ingi var ekki alveg kláraði hvaða höfundu væri þessu flugu en það er saga á bak við þessu flugu líka sem að Ingi bað mig að koma til skila. Það var þannig, hann var að veiða með Jóni heitnum Sig í Sölustall hérna fyrir vestan og lítið búið að vera að gerast þannig að Ingi lætur hann hafa þessa flugu, Bjarna Svarta og Jón fyrir að veiða með henni og svo hittir hann Inga eftir sem sé veiðina á bílaplani og segir við hann hafi reddað fyrir hann deginum. Þetta hafi verið eina flugan sem hann tók þann daginn. Þannig að þetta verðist vera ágætis fluga. Ég hef ekki veitt með þessu sjálfur mikið. Sjá, fór hérna innförin, þá bara lögum við það til. Svona, þá kemur haus á hana. Það er ekki að vera stóra eða neitt. Þið sjáu strax á þessari flugu, þetta er svona eina af þessum flugum sem er ekkert ólík múbótu og eitthvað í þá áttina og þar með bara vitum við, hún veiðir. Tökum 2 endanhóta á þetta og skellum á þetta lakki og þá erum við bara klári í slagi næsta vor í bleikju. Lakki kemur svo hérna, ég er að lakka þetta með svona venjart lakki og hann misjönd þetta í hvernig flugur ég er með, það er bara allt eftir. Ég lakkaði bara með mismunandi lakki til hvað ég er að vinna með sko. Stundum er að nota auðaflakk. Þetta var lakka yfir tvinnan á þessu. Þannig að náði að bleita hnútin með lakki. En þá er þetta bara klárt og flugan hérna sem Ingi bað mig að taka bara gjörðu þessu vel. Ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið. Þið með endilega að setja like á vídeóið, gera þess afskrifundur á rásinni og deila vídeóinu þið viljið, alveg eins mikið þið viljið. En þangað til næst þá bara segi ég takk kærlega fyrir áhorfið og við sjáumst í næsta vídeói.